Viska til frelsis, 27. kapli, fjölmiðlar og áhrif þeirra. Fjölmiðlar eru miklir áhrifavaldar í lífi margra. Margir trúa á allt það sem framkemur í fjölmiðlum í blindni, án þess að spyrja spurninga eða setja hlutina í samhengi. Svo virðist sem öll rökhugsun margra er ýtt til hliðar. Lífsskoðanir margra og lífsmynstur eru mótuð af fjölmiðlum sem hafa í mörgum tilfellum mikil áhrif á hugsanir fólks og gjörðir. Einna helst eru það fréttir, fræðsluþættir, auglýsingar og kvikmyndir og annað afþreyingarefni sem eru mótandi. Margir taka öllu því sem framkemur sem sannleika, þó svo leikna kvikmynd sé að ræða. Kvikmynd full af ofbeldi, glæpum og morðum hefur mótandi áhrif á undirmeðvitundina og getur mótað ungan einstakling og að lokum verða glæpir fyrir honum hinn eðlilegasti hlutur sem hafa litlar afleiðingar. Að drepa mann og annan er lítið tiltökumál í mörgum kvikmyndum. Allt slíkt efni leiðir af sér neikvæðar og illar hugsanir, skapar kvíða og ótta og vanlíðan og dregur fólk frá sínu sanna sjálfi sem er kærleikurinn. Flestum fjölmiðlum er stjórnað af ráðandi öflum í heiminum sem er fámennur hópur og er nánast öllum fréttaflutningi stjórnað og eru fréttir notaðar sem áróðurs og stjórntæki notað í þeim tilgangi að halda völdum og hafa stjórn á fjöldanum. Margar fréttir eru uppspunni til að skapa ótta og kvíða hjá sem flestum og því miður eru margir sem láta blekkjast og trúa blekkingunum. Sá sem er óttasleginn er auðstjórnað en óttalaus maður er frjáls maður. Hvað þú sérð og hvenar og hversu oft í fréttum er engin tilviljun og er skipulagt með þeim hætti til að skapa sem mestan ótta og kvíða hjá fjöldanum. Sögur eru búnar til, allt til þess gert að réttlæta gjörðir valdstjórnarinnar þegar hún skerðir mannréttindi og frelsi fólks. Sama er gert til að réttlæta hækkandi álögur á fólk og leið skerta þjónustu hins opinbera við borgarana. Þróun undanfarna ára hefur verið á þá leið að skattar og álögur hækka í sífellu og lífskjörin versna stöðugt og sama tíma skerðist þjónusta sem átt að veita fyrir skatttekjurnar. Fjölmiðlar og fréttir eru vopn til að réttlæta þessar gjörðir og betri tíð er lofað innan skamms. Í fréttum er lofað í sífellu að komast þurfi yfir þennan skafl og þá muni létta til, en þann kemur alltaf nýr og nýr skafl og aldrei birtir til. Fjölmiðlar eru öflugt tæki fyrir ráðandi öfl til að stjórna og ná sínu fram. Hjá þeim sem eru blindir á sannleikann og trúa blekkingunum þá skapa fjölmiðlar oft á tíðum mikla vanlíðan, andlega sem og líkamlega. Í mörgum tilfellum skapa fjölmiðlar mikið áreiti í lífi fólks, þar sem þeir móta hvað þykir eðlilegt líf og hvað ekki. Óraunhæfar kröfur eru gerðar sem margir hlaupa á eftir og þurfa að vinna baki brotnu til að uppfylla þær. Margir keppa við nágrannan í lífsgæðakapphlaupinu þar sem fjölmiðlar setja viðmiðin. Margir orðnir svo háðir fjölmiðlum og fréttum að þeir geta ekki ímyndað sér lífið án þeirra. Besta ráðið er að slökkva á öllum fjölmiðlum í ákveðin tíma og sjá breytingarnar. Það færist ró yfir hugan og jafnvægi skapast. Spennan í líkamannum minnkar jafnt og þétt og þér fer að líða betur með degi hverjum. Margir geta samt ekki hugsa sér líf án fjölmiðla en þá er gott að vera meðvitaður til hvers þeir eru og hvaða tilgangi þeir gegna hjá ráðandi öflum. Margir eiga erfitt með að trúa því að flestum fjölmiðlum og fréttum sé stjórnað af fámennum hópi fólks. Margir hafa þá trú að fjölmiðla séu frjálsir og óháðir en það er undantekningin. Þeir fáu fjölmiðlar sem búða sannleikan verða fyrir háði og spotti hinna stóru og eiga því oft á tíðum erfitt uppdráttar. Fyrir þann sem opnað hefur augun fyrir sannleikanum er þetta allt augljóst og erfitt að sjá það ekki, en fyrir þann blinda þá er þetta hulið. Enn og aftur sannast máltækið
Lærðu að þekkja sannleikann og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Þetta á við á öllum sviðum lífsins. Láttu ekki fjölmiðlana stjórna líðan þinni og lífsskoðunum. Trúðu og treystu á þitt eigið innsæi, því þar leikur sannleikurinn og lærðu að sjá hvað er rétt og rangt í umhverfi þínu. Þessi heimur er fullur af blekkingum sem notaðir eru til að skapa ótta og til að sundra fólki með vilja. Fjölmiðlar eru stjórntæki sem heldur þér fjarri þínu sanna sjálfi, sannleikanum, kærleikanum og einingunni. Láttu engan og ekkert í umhverfinu hafa áhrif á líðan þína, hugsanir og skoðanir. Vertu ávallt meðvitaður sjálfan þig og líðan þína. Margt af því efni sem í boði er næring fyrir egóið innra með þér. Sá sem nærir egóið vannærir sálina hið sanna sjálf. Þú getur aldrei þjóna tveimur herrum eins og sagt var. Lærðu að vera þinn eigin dagskrárstjóri, hvort heldur sem er í fjölmiðlum eða afþreyingu sem og í lífinu sjálfu. Þú stjórna þínu eigin lífi og hefur frjálsan vilja. Gefðu hann ekki frá þér til annara. Láttu ekki aðra spila með hugsanir þínar og líðan og draga þig frá kærleikanum innra með þér. Þú skapar þín eigin hamingju og gleði innanfrá, þar sem allt fæðist í hugsunum þínum.